Góðan daginn og velkomin. Gaman að sjá hvað hafa margir áhuga á þessu málefni, en þetta mjög áhugavert og akkurat það sem í huga flest allra í dag. Það Office 365 og hvernig þetta tengja það við okkar umhverfi í dag og þá náttúrulega líka með í huga Navision. Og eflaust einhverjir sem hugsa að Office 365 sé eitthvað svona sem ég þurfi ekki að hugsa út í, en það ágætt að fara að huglega þetta. Ég á þeirri skoðun að ef þú ert ekki þegar komin í Office 365 núna, þá gerist það hjá þér í næstu endurnýjun. Þetta allt saman að gerast mjög hratt og það fleiri og fleiri að skipta yfir jafnóðum. Og það alltaf verið að bæta við hvað fyrirtæki fá tilbaka frá Microsoft þegar þau kaupa Office 365 leyfi. Og sem dæmi að núna bara í haust, í sumar fyrirgefið, þá kom sá möguleiki að hver og einn notandi hefur 1 terabæti í geymslupláss inn í OneDrive. Ekki 1 terabæti á fyrirtæki, heldur hvert einasta keypta leyfi í Office 365 fær 1 terabæti í geymslupláss. Og það nýbúið að bæta við ennþá meira inn í þetta. Nú geta notendur sett inn skrár sem eru alltaf 10 gigabæta stærð, einstök skrá inn í OneDrive. Þannig að þetta orðið mjög góð gagnageymsla fyrir fyrirtækin og þar strax komin smá sparnaður sem við förum út í á eftir. Varðandi Office 365 þá býður það líka náttúrulega upp á þann möguleika að fyrirtæki og starfsfólki í fyrirtækjum getur verið að vinna í Excel og Word skjölum á sama tíma. Það þarf ekki lengur að vera að henda skjölum á milli með track changes. Í Excel að vera að lita rautt það sem ég var að breyta og ekki sáttu við. Heldur getur við Björn nafnið minn bara unnið samtímis í Excel-skjalinu í Office 365. Það gerist allt í rauntíma. Ég sé hvað hann að gera og öfugt. Þannig að þetta einfaldar allt saman varðandi að skila af sig gögnum á þeim tímaramma sem hann gefinn, sem oftast mjög knappur. Og svo það áskriftarleiðirnar. Þetta allt leyfi sem við erum að tala hérna í dag eru enterprise leyfi. Þetta eru stóru leyfin hjá Microsoft og ég mæli eindregið með því að það sé allan að teki 1 eða fleiri þannig leyfi, því að þá býðst þá möguleiki upp á að flakka meira á milli leyfa en frekar en að taka lítið leyfi. Þá ertu fastur þar. Ef þú tekur 1 stórt leyfi þá getur þú aðeins fært til á milli eftir því sem fyrirtæki þarf. Og Office 365 náttúrulega æðislegt fyrir fyrirtæki sem eru með dreifða starfsemi. Það þarf eiginlega ekkert að hugsa um það að halda uppi VPN-gáttum eða halda uppi branch Office tengingum annað. Þetta fer allt inn í Office 365 umhverfið, gögnin, tölvupósturinn, SharePointin, linkin, þetta allt inn í Office 365. Það þarf ekkert að vera að huga því að gáttirnar séu í lagi inn í höfuðstöðvar fyrirtækisins. Og þetta náttúrulega virkar hvar sem og hvenær sem þegar það internettenging. Það eru margir sem að pæla náttúrulega í örygginu varðandi Office 365 og það mjög eðlilegt. Sérstaklega eftir alltaf þegar kemur upp eitthvað á internetinu, nú síðast iCloud, og svo náttúrulega vera að ræða hvar eru gögnin í Office 365 fyrir fyrirtæki sem eru með aðstöðu, höfuðstöðvar og uppruna sín í Evrópu. Þá eru gögnin geymd í Evrópu. Og Evrópusambandið og Bandaríkin eru með samning sem var gerður árið 2000 sem heitir Safe Harbor og samningur sem tekur á því hvernig farið með persónulegar upplýsingar þegar að gögnin að flakka á milli gagnavera hjá fyrirtækjum sem eru með gagnavera á fleiri en einu stað í Bandaríkjunum með Evrópu. Og það hægt að skoða hjá Microsoft á þessari síðu. Ég setti smá stutta útgáfu af linknum. Ég bið Microsoft menn afsökunar á því að ég fann ekkert svona Microsoft Google linkshortina, þannig ég notaði Googlið. Þið getið kíkt á yfirlitsmyndi við það hvar Microsoft geymir gögnin ykkar. Þetta inn á síðunni hjá Microsoft. Og það sem alltaf spurning sem maður fær, hver á gögnin þegar ég ákvað að hætta í áskrift hjá Microsoft í Office 365. Og það fyrirtækið, ég sem viðskiptavinur hjá Office 365, ég á gögnin og ég get alltaf náð í þau þegar mér hentar án þess að fá einhverja sérstaka aðstoð hjá Microsoft. Ég get niðurhalað hverju einasta skjali öllu til mín
og eytt þeim út úr skýinu og þar með eru þau farin. Þannig að þetta er ekkert eitthvað svona læsa þig inni þannig að þú getur ekki bakkað tilbaka þegar að þannig stendur á. Og það sem er uppitíminn, maður heyrir það líka mjög oft, uppitíminn í skýjun er nú ekki alltaf svakalega góður. En Microsoft leggja metnað sinn í það að hafa uppitíman 99,9%. Og það sést nú ekki neitt svakalega vel hérna kannski á grafinu, en ég tók hérna smá skjámynd frá Microsoft uppitíma í fortíðinni og í nútíðinni. Og þetta er alltaf 99,9 eitthvað. Þeir lofa því að ef þetta fer niður fyrir 99,9 þá fá viðskiptavinir einhvers konar bætur varðandi niðri tíma. Þannig að uppitíminn er mjög góður. Hvar finnum við sparnaðinn? Það er kannski það sem við þurfum að horfa í. Og í einhverjum tilfellum, ef að fyrirtæki eru með á Microsoft samning núna, eru búin að gera hann til 3 ára eins og flestir gera, og þið viljið stökk út í Office 365 umhverfið, þá koma leyfin til með að skarast, þannig að þið eru búin að borga fyrir núna og þið kaupi Office 365 leyfin og þau leggjast ofan sem kostnaður, en inn í framtíðina þá munu þessi gömlu leyfi sem þið voru búin að kaupa hverfa þegar þið teljið, og þar með lækkar verðin vegna þess að í Office 365 leyfunum ykkar er svo miklu meira heldur en þið fáið í þessu Office leyfin sem þið eru með inn á gólfi hjá okkur í dag. Það eru hérna nokkrir punktar sem að taka á því hvað er í til dæmis bara tölvupóstinum og hvað er hægt að gera til þess að spara varðandi reksturinn á tölvupósti. Það er kannski það sem að fyrirtæki mest hugað í dag er að tölvupósturinn það náttúrulega virka. Ef að tölvupósturinn virkar ekki, þá einhvern veginn brotnar bara samskiptin við umhverfið. Og þá er voðalega gott að geta vita til þess að Microsoft ætlar að hafa skýið sitt uppi í þetta 99,9% og þið fá allar þessar þjónustur, 50 GB per notanda í tölvupóstinum. Það eru 50 GB í póstinu hjá hverjum einum sem maður getur haft online, síðan getur starfsmaðurinn arkæfað eða fyrirtækið sett upp arkæfing reglur og það er ótakmarkað geymslupláss. Það er ekkert þak komið á það. Þannig að þarna er þetta að keyra tölvupóstinn bara inn í framtíðina á þess að hafa áhyggjur af geymsluplássi. Og það sem er líka athyglisvert er að horfa í það sem ég vil kalla stundum svona falinkostnaðar, sem kannski er ekki endilega, og það er þessi svona daglega svona að nostra við kerfið. Þetta sem að kerfistjórinn gerir, sem vélstjórinn inn í sal gerir hjá manni, það er horfið. Microsoft sér það er innifalið í leyfunum. Ef þið viljið síðan fá aðstoð við svona daglegan rekstur, að stofna notendur, breyta lykilorðum, fjarlægja notendur og annað, þá er hægt að gera samninga við Advania og við aðstoðum ykkur í að stilla þetta allt saman og reka þetta fyrir ykkur eftir því sem þarf. Og sko, ef við hugsum tölvupóstinn bara eins og póst, það er enginn í dag sem að rekur pósthús fyrir bréfin sín, umslögunum eða hvað þú ert að senda. Það er pósturinn sér það eða póstdreifing. Af hverju ekki að hugsa þá með tölvupóstinn það sama? Hætta að vera eyða tíma og orku í það að reka þetta og láta hýsingaraðila sjá það, til dæmis Microsoft. OneDrive-in sem ég kom inn á áðan, þarna fáið 1 TB og þið þurfið ekki að hugsa ykkur að Office 365 sé eingöngu fyrir stór fyrirtæki. Þetta skalar alveg niður úr því að vera 2 starfsmenn og upp í stærstu íslensku fyrirtækin. Og einnig að þið fáið, ef þið eruð góðgerðarfélag, þá getið sótt þið þurfa að sýna fram á það hjá Microsoft og þið getið sótt góðgerðarfélags aðgang ef þið uppfyllið skilyrðin. Þið getið líka fylgst með notkunni, þannig að þegar þið eruð að horfa á leyfin sem þið þurfið að greiða leyfisgjöld til Microsoft, fjölda leyfa, þá getið sé hérna hvað eru margir virkir notendur í kerfinu. Hvað eru margir sem hafa ekkert verið að nota kerfið í ákveðin tíma. Og tekið viðeigandi ráðstafanir og aðgerðir þegar þið gerir uppgjör á leyfunum ykkar. Einnig getið séð hvað þið eru með mörg
leyfi frá Microsoft og hvað þið eru búin að nota mikið af leyfunum frá Microsoft. Þannig að þarna hafið þið 2 aðferðir til þess að sjá notkunnin ykkar á leyfum í Office 365. Á bakvið hvert leyfi ekki bara sá möguleiki að geta verið með tölvupóst í skýinu eða Office pakkan á vélinni. Þið fáið útstöðvarleyfi fyrir 5 Office pakka hvern notanda. Þannig að þegar þið eruð að huga því að telja í dag Office-leyfin ykkar og það einhver starfsmaður sem með borðtölvu og fartölvu, þá þurfum við að telja 2 Office-leyfi þar. Þetta úr sögunni í Office 365. Þið fáið 5 leyfi. Sama með snjalltækin, þið getið verið með snjallsíma, spjaldtölvu, þetta allt inn í Office 365. Og þá hægt að greina betur kostnaðinn með þessum upplýsingum. Hann lækkar, hann verður fastari, þið eigið auðveldara með að gera grein fyrir því hvað verið að nota Office-leyfin ykkar í. Og við getum aðstoðað ykkur líka þegar þið að fara inn í Office 365 veginn og umhverfið, að þá komum við til ykkar, aðstoðum ykkur við að finna út hvað þarf að gera og gera svo fast verðtilboð í það að flytja ykkur yfir. Og það ekki eitthvað, þið fáið ekki bakreikninga frá okkur þegar við erum búin að greina umhverfið með ykkur. Og ég hef það fyrir víst að fastu kostnaður eitthvað sem allir vilja sjá, eins og mikið og hægt er. Hérna erum við aðeins með smá úrval og yfirlitið við það hvað við getum gert til þess að hjálpa ykkur. Við erum líka með SharePoint, þetta alveg sérhannað af okkur hjá Advania, þessi Easy Start, og sem dæmi viðskiptavin sem hefur tekið upp SharePoint Easy Start lausn frá Advania, það fyrirtæki sem heitir Green Energy. Þetta fyrirtæki sem með starfsemi í 4 heimsálfum og þau raun og veru bara tóku upp SharePoint, keyptu Easy Start lausnina hjá okkur og lögðu hana ofan á SharePointin. Það ekki verið að fara ofan í SharePointin sem slíkan og breyta ykkur, það verið að rétt að bara breyta svona yfirborðinu, þannig að allar uppfærslur og annað ganga mjög auðveldlega fyrir sig. Við erum líka með teymi af fólki sem aðstoðar ykkur í, ef þið óskið, að setja upp og reka kerfi eins og ég kom inn á áðan, og þetta með leyfismálin og hvaða vörur henta ykkar umhverfi í rekstrinum. Við erum til dæmis mjög stolt af innleiðingu á Office 365 hjá Menntaskólanum Akureyri. Þar fórum við úr því að vera með allt í Linux og open source og þar fórum við inn í Office 365 með 80 starfsmenn og 700 nemendur. Og þetta var alveg ótrúlega gaman að sjá hvað þetta gekk vel fyrir sig og hvað þetta var auðvelt fyrir þau að nota umhverfið. Hérna ég bara með svona smá upplýsingar hvar við höfum reynslu, og það einmitt gaman að segja frá því að það eru bankar á Íslandi að prófa þetta, og það búið að bankaumhverfið í Danmörku hefur tekið út Office 365 umhverfið með tilliti til þess hvort að þeir megi og geti nota þetta, og það stenst þeirra kröfur. Þetta snýst alltaf það náttúrulega að haga sér samkvæmt aðstæðum. Office 365, það ekki það sama og það sem þú varst með. Þetta næsta kynslóð af hugbúnaði og hugbúnaðarlausnum í skýinu, þannig að það þarf að huga því. Þess vegna þarf að pæla þessu, og við erum sem sagt komið með á listan hjá okkur, þetta 40 fyrirtæki, þannig að við erum svona cirka 5.000 notendur. Þetta ekki alveg nýjustu tölur svona eftir sumarfríin, en þetta var það sem ég hafði í hendi. Þannig að það klárlega hægt að gera margt með Office 365 í sparnaðinum. Þið þurfum bara að muna, eins og segi, þetta næsta kynslóð af lausn, ekki hugsa hvernig þetta var, heldur hvernig get ég orðið og hvað get ég gert inn í framtíðina. Eins og hann kom inn á hann Tómas að vera með spjaldtölvuna og síman og komast alltaf í gögnun á sama tíma þegar þú þarft og þegar þú
þarft þess ekki að því þú ert bara forvitin hvað að gerast. Það líka geta svalað því. Við þrífumst á forvitninni. Ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að hafa komið og sest þetta niður með okkur og fengið ykkur smá veitingar, og ef þið hafa ykkur spurningar þá ég tilbúin að taka á móti þeim. Annars verði ég hérna frammi með kollegum mínum og þið getið spjallað enn frekar. Ef þið viljið fá kynningu eða við kíkjum í heimsókn til ykkar og ræðum málin algjörlega án skuldbindingar, gamla klisjan, þá erum við tilbúin í það líka, og þið getið gripið hérna nafnspjöld frammi frá honum Bjarka sem er okkar leyfa sérfræðingur í Microsoft. Hann er skildi eftir nafnspjöld þarna frammi handa okkur. Já, ég náði ekki sama árangur á Tómas í spurningunum. Alltaf gaman þegar maður er undir. En nei, við förum ekki að tapa fyrir Dönum. Fæ ég ekki 3 spurningar? Hvað er klukkan? Hvenær er þetta búið? Og má ég fá meira kaffi? Það klukkan, hann átti 20 mínútur í. Þetta verður búið 10 og þið getið fengið ykkur meira kaffi. Gjörðu svo vel.